Já, hæ Vassbræður. Ég gera spá fyrir ykkur. Hvað að koma svona í ástinni til ykkar. Hvað nýtt. Eða eitthvað svona leys. Ég ætla já, byrjaði að nota Gorasis spil fyrir ykkur Vassbræður. Og eitt úr því. Það svona eiginlega, kannski meira bara svona fyrir ykkur. Eitt fyrir Vassbræðum. Það svona byrja þeim. Hvað er Vassbræðum? Það kann bara fá eitt. Angel of Healing. The angel have felt your sadness and have shown up today to send you healing. Þið fáið þetta spil. Og það gæti verið að það sé svolítið svona kannski sorry. Það gæti verið svolítið bara þannig að mér finnst eins og þetta sé bæði þið eru að hýla eitthvað með sjálfan ykkur og það er svona eins og sé vera að svona já, það eru að fá svona eitthvað kannski aðstoð eða eitthvað, gæti verið líka en mér fannst eins og áðan eins og að það sem er að koma inn er svolítið svona from the past eða eitthvað sem að þið hafið þekkt áður og það er svona eins og einhver union í gangi eða eitthvað svoleiðis sko. Já, ég skal sjá hvað kemur hérna meira. Svo verði ég með að skrifa útskýringuna hérna fyrir neðan vídeóið svona hvað stendur í bókinni. Ég ætla að fá hérna líka okkur teiningunum hérna. Og það er líka, eru góða fréttir sem er að fá núna sem að eftir að gefa ykkur svona tilfellega gildu. Þetta er eitthvað sem er að ganga upp. Gæti verið bara líka með bara sambandi eða eitthvað svona. Ég sé hérna febrúar og svo júní. Gæti verið eitthvað að þessu tímabili líka. Gæti verið eitthvað 26 ára eða 62 eða eitthvað svoleiðis. Gæti verið líka eitthvað 27. ágúst eða eitthvað svoleiðis sko. En já, eitthvað. Það tölur ég að fá hérna eitt þessu. Eitt, þetta er nokkuð. Það er hérna Cancer, Libra. Þið eru að taka ykkur ákvörðun sem það hefur svona vera svolítið að forðast líka. Og það er eins og að sé, já, eitthvað samti við tilfinningar að svona, það sé komið svona eitthvað justice eða eitthvað réttlæti yfir eitthvað svona. Já, þið eru að breyta ykkur. Og það er að koma breytingar núna. Og kannski komin í það að þið sjáu það líka. Og það er kannski svona, með svona tilfinninglega breytingar. Og það er hérna, já, 5 og 5 er líka tákn breytingar. Gæti verið eitthvað fættur líka fætt í maí sem er að koma til ykkar. Það er naut eða tvíburi kannski. En það er einhverja breytingar hérna sem er hægt að sjá og mér finnst þess að þetta sé svona eins og einhver sem vil laga eitthvað og koma aftur eða svona.
og ef það í sambandi þá þetta svona meira að eitthvað svona eitthvað kannski getur verið gjöf líka sem verið að gefa svona tilfinningargildi. Það eitthvað svona, já, sem kemur svona færandi hendi og svona, já, að gefa eitthvað. Þá nú þessu hérna fyrir Vatnsberann Aquarius fyrir að koma. Nine of Cups, fulfillment. Þetta eitthvað sem að eitthvað líður rosalega vel með og eftir að gefa ykkur svolítið, já, eitthvað líður rosalega vel með þessari manneskju sem að koma inn eða í kringum ykkur. Það gæti náttúrulega verið þið bara líka sjálf sko að þið eru svolítið svona sátt bara með það sem að þið eru í dag. En það eitthvað svona sem þurfti að kannski að hýla. Það gæti verið eitthvað svona konflikt eða svona, eitthvað ergjur sem hafa verið og það eitthvað sem að þurfti að það eitthvað sem þurfti að brjóta eitthvað niður til þess að geta byggt eitthvað upp til þess betra. Það kannski eitthvað sem þurfti að gerast til þess að það sé í gangi. Já, þetta, það svo þetta þurfti að gerast eitthvað til þess að þetta fara að sjá eitthvað svona árangur. Hver að koma inn? Knight of Pentacles. Þetta eitthvað sem að, já, við getum treyst. Getur verið að það sem manneskja sé kannski svona, já, svona getur treyst og hafi treyst á þessari manneskju en virðist vera að hafa verið svolítið svona lengi að gefa ykkur svona kannski, já, ekki alveg vita svona hvar þið hefði manneskjuna en samt hafði hana eða hafi hana og svona í svona nætt. Þetta svona kannski í svona einhver svona í einhverju byrjun svona en að gerast eitthvað hægt og kannski vill sem manneskja að gera hlutina hægt líka. Kannski ekki mikið fyrir að asa út í hlutina. Gæti verið eitthvað svoleiðis. En það svona núna getur verið að þeir sé bara svona að skoða hvort annað og svona og í svolítið svona, já, hvað á að gera. Hvort það á kannski að fara eitthvað svona lengra með eitthvað eða já, þetta eitthvað svona eitthvað samt við að sjá svona hvaða tilfinningarnar leiða sig. Eða eitthvað svoleiðis. Fá heitt hérna þessu. En þú, raun og veru sko, þessi manneskja vill hafa þig bara í svona, númer 1, 2 og 3 og þú, allt sem að þú eiginlega svolítið biður vill þessi manneskja gefa þér sem hérna í kringu hjá þér. Chaser. Chaser, codependent relationship, fear of abandonment issue. Og það einhver hérna sem svona meira að eltast við að fá hérna eitthvað. Þú annar aðeins, sé svolítið meira að getur verið þú, að þú sést svona meira að eltast, þurfa að hafa fyrir hlutan og eltast við þetta og gera hitt og eitthvað hlið sko. Eða þá hinn manneskjan sem en það svo já, það sterkar tilfinningar hana eða sem kannski að koma
Getur verið þetta sé eitthvað sem líka bara að koma og það eitthvað sem já. Getur verið, einhverjum getur verið að þetta sé eitthvað sem kemur kannski bara í ágúst, sko. Ekki með 8-8, sko. Og kannski bara kíkja á Angel númer 8-8. Já. Og það líka sem ég finnst eins og að þið þurfum kannski líka að hlusta svolítið það sem að vera að segja og hvað að vera að gera og ekki bara fara svona eftir hvað þið viljið, sko. Eða hinn aðilinn sé kannski ekki að hlusta á ykkur. Það er annað hvort. En ef það sem komið þá sé ég bara eina manneskju í raun og veru. Og það eitthvað sem stabil, tilbúin að gefa ykkur eða svona, já, öryggi. Gæti það verið búið að vera eitthvað svona chaos. Detached from drama. Og þessi manneskja vill ekkert svona drama og ekkert mikið fyrir það. Eða þá þið, það er annað hvort. Það er eins og að hafi verið svona mál svona sett svona stopp, sko, eins og manneskjan bara segja bara stopp ég vil ekki meir eða eitthvað. Eftir að kannski verið búin að kannski fá að spekla og að fara svona í smá hermetmót eitthvað. En það er eitthvað skrif og svona eitthvað í gangi núna og svona gæti verið að sé vera kannski skrifa niður bara, kannski gott að skrifa niður líka, já, eitthvað. Það er allan eitthvað samt við skrif. Það var hvað sé aðeins. Það komið myndur. Það er ekki bara meira en kannski 30 myndur eða eitthvað. Já, ykkur. Hver er að koma til Vassbrann? Getur sagt mér. Hver er að koma til Vassbranns? Knight og Cups. Já. Það er alveg, gæti verið eitthvað tvennt í gangi. Það sumum, það er eins og að sé það er Knight og Cups hérna. Þetta er bæði Knights. Það sem segir mér að þetta er eitthvað sem svona sem gefur möguleika. Boundaries. Gæti verið sumum með að þau þurft að losa okkur eitthvað sem hefur verið toxic og er kannski í því, að svona losa okkur eitthvað sem er búin að vera svolítið eða þurft að setja eitthvað svona boundaries að hefur verið svona spiral niður út af einhverju svona toxic dæmi. Það getur verið einhver fíkn eða eitthvað svona eitthvað sem sem hefur ekki verið að gera gott. Og það er eins og það er svona að vera að losa eitthvað svoleiðis, sko. Og það getur verið að annar aðeins sé kannski meira, bara gæti verið kannski eitthvað svona neysla í gangi eða eitthvað. Eða það bara hjá ykkur kannski. Sjá hvað, ég ætla að fá eitt viðbót með þetta fyrir Vassbrann. Já, það er svona eins og að sé eitthvað svona smá stöðnu núna. Að þau þurfa svona,
einbytta ykkur er svolítið að losa eitthvað sem er að halda ykkur niðri. Að ég sé hérna ugluna hérna líka, hún er svona eins og hún þurfa að losa eitthvað til þess að komast í ykkur þessu stöðnu sem að sé ekkert í gangi. Já. Núna, sko, það er eins og þau þurfa líka að hreinsa til í kringum ykkur hjá okkur. Hérna kemur clearings, broomstick, og bara losum eitthvað sem að til þess að losum þessa stöðnu sem er kringum hjá okkur og til þess að koma einhverju nýju á stað. Og það er eins og, það er hérna eitthvað svona, er í gangi einhvern veginn núna fyrst mér. Það var að hreinsa til og koma svolítið nýju inn og það er svona eins og séð hérna, það er fullt af möguleikum en fyrst eins og þurfa að losa eitthvað, eða þessi manneskja gæti verið kannski þar að þurfa að koma sér eitthvað stærra á betri stað eða eitthvað svoleiðis sko sem að þeir eru að spá í kannski eða kannski sem er að koma inn. Og þetta er eitthvað svona, í haust verður svolítið svona meira sem geti svona meira, já, séð árangurinn. Gæti verið kannski bara nýtt eitthvað húsnæði eða eitthvað ný eign eða eitthvað, það er eitthvað svona stabilt að koma þá eitthvað sem það ætlar að gefa eitthvað svona hugmynd af einhverju. Já. En svona, já, sexual energy eitthvað hérna hjá okkur. Getur verið eitthvað í Capricornunu. Empress. Já, þið eru svolítið svona verður svolítið að passa upp á sjálfan ykkur og þið sjáu hérna kannski eina manneski sem það getið bara státt. Þið eru náttúrulega bara já, á besta stað kannski í lífi ykkar og það er kannski þessi manneskja þeir eru á góðu stað og það getur verið hérna eitthvað samband líka. Sé ykkur hérna baka eitthvað svona er að sýna sig og það er svona eins og sé hérna margir möguleikar núna í gangi en það er eins og þið er að setja ykkur í fyrsta sæti. Hvað eitt hérna viðbót? Já. Gæti verið búið að vera eitthvað svona lumispil og eitthvað slið sko að sé hafi verið svona ykkur að leika sér að einhverju kannski, það getur verið þarna er einhver að spila á hörpu og er svona já, það er eins og sé að hafa verið búið að vera svona eitthvað annað í spilinu í kringu hjá okkur og það getur verið kannski svona eitthvað smá ræðsla með það. En það getur verið hérna líka Knight of Cups hérna. Séu kannski, eða skoða kannski einhverja möguleika líka. Það getur, já. Svona, það er eins og það sé verið svona að skoða svona kannski hvað hérna sem manneski hefur þig. En það er eitthvað tandina eitthvað búið sem er hérna hjá okkur. Annað er meira svona stabilt og svona eins og þeir svona veit ekki alveg hvað þið hafið og svo hitt svona meira svona gæti verið kannski meira svona player. Það er svona út allt kannski.
Nú, þetta mjög sterk spil hérna. King of Pentacles. Það er hrútur, ljón og bófamaður. Nei, hvað er hrútur? Nautmiðja steingeit. Já, kannski átti ég að segja þetta. Nautmiðja steingeit eða hrútur, ljón og bófamaður. Gæti verið hérna líka. Það er sem að þið sjá ekki að þessi manneskja er tilbúin að bara gera allt fyrir þig. Það er svona þessar blendna tilfinningar og það geti verið kannski þig líka. Þannig að það er allavega einhver hérna sem er tilbúin að plana og gera og vera. Og það er svona, hefur kannski verið smá eitthvað svona ströggul og það er eins og að þið þurfa að fá eitthvað svona meira upplýsingar kannski líka. Eftir endur á einhverju, það geti hafa verið eitthvað sem að það hefur komið endur á sambandi og út af einhverju ástæðu. Og sett svona smá stopp á eitthvað svona með sambandið. Svona eitthvað, það er eins og að hafa verið svona eitthvað smá stöðnun eða eitthvað. Þessi manneskja vill kannski bara sjá eitthvað svona kannski bara árangur eða eitthvað til að staðfesta eitthvað. Gæti verið kannski líka Hangman, það er fiskurinn hérna líka. Það er eitthvað plan í gangi núna með eitthvað staðfestingu á sambandi. Það getur verið líka eitthvað sem við það er eitthvað sem vill það. Sjá. Temperance, það er náttúrulega bara jafnvægi. Já. Það er bófamaður. Já. Jafnvægi á að hlutirnir séu í sama farinu aftur og aftur. Og það er eins og, það hefur sett svolítið strik á eitthvað. Svo eins og að segja, þá finnst mér eins og þetta sé samband sem hefur verið áður og er búin að vera svona inn og út kannski eða eitthvað svona. En það er eitthvað sem er tilbúin að laga það. Það er, svo hafið möguleika á, það er þarna nýtt inni líka hjá ykkur. Og það getur verið ykkur að þú þurfa að velja að hafna svona líka. Já. Velja að hafna, það hefur verið kannski búin að halda draga sér tilbaka og eitthvað svolítið sko. Já, ætla að fá hérna og þessu hérna líka, já. Það er eitthvað sem maður vill hérna Ten of Cups, það er mesta sem þetta fá svona tilfinningarlega og það er eins og að gæti verið eitthvað sér svona gæti verið eitthvað sér svolítið sjálfsælskur og svona hefur ekkert verið að gefa gaum á þínum tilfinningum eða eitthvað svolítið sko. Eða kannski öfugt líka, það gæti líka verið. Seven of Pentacles.
það gæti verið eitthvað svona, það hefur verið eitthvað í eyrunum á einhverjum líka, svona, já. En ég myndi segja að það er hérna svona að eitthvað vill koma inn og svona laga og bæta. Og svo er hérna líka annað sem er líka gæti verið að segja svolítið eitthvað smá toxic í líka næstunni. Svo þetta getur verið náttúrulega, þetta er eins og tarot er svolítið svona sem er núna past, fortíð, núið og framtíð. Að þetta er svolítið svona fluid sko. Ég ekki alveg segja þetta. Þetta gæti verið búið að gerast og sé núna bara á næstunni. Og það getur verið líka einhver fiskur vilja líka sætti laga eitthvað sem er í fiskamarkinu eða eitthvað sem hefur verið að halda ykkur niður svolítið og reyna að stoppa ykkur með eitthvað. Það er að koma svona breytingar með það. Og þið eru svolítið í ykkar empress. Það getur verið ykkur í nautinu líka. Empress vill bara vera hérna sko. Kannski sjáu þið bara eina manneski sem að mun gefa ykkur allt. Það er eitthvað svoleiðis. Einhver ástæða. Já. Er það ekki bara búin? Ég þarf kannski, ég var að fá hérna, ég var að kaupa mér svona nýtt hérna. Prófa þetta hjá ykkur. Hvað kemur? Það er ykkur hérna sem að er með maska á. Hiding true feelings, pretending, delude, gaslight persóni. Það er eins og, það er eitthvað sem hefur ekki verið að sýna alveg sína tilfinningarna. Kannski ekki vilja tala tilfinning sína eða eitthvað. Ég er lokaður. Ascending, learning, expansion to ascending, preparing for union, new phase. Já, það er þetta sem ég fann fyrir. Það er eins og séð að nýtt að gerast. Það er koma svona, hvort sem er eitthvað nýtt eftir að það losa eitthvað past. En þetta er eins og svona sæti eða þá að það er að koma svona nýtt tímabil. Karmic relationship, resentments, triggers, perception, intensity, letting go, turmoil, fleeting. Og það er svona, já, þurft að losa eitthvað svona karmic áður. Og það gæti verið að þið séu svona að losa ykkur og viljið losna frá svona einhverju toxiku líka. Svo er þetta paradise, happiness, joy, playfulness, enjoying each other, honeymoon phase. Ég er að segja ykkur, það er eins og það verður stór breyting hérna. Það er eitthvað sem þurft að breyta, loka, eitthvað karmic, eitthvað toxic. Og það er bara, þá fyrir allt að gerast. En já, ég ætla að láta þetta duga fyrir ykkur vatnsberar. Bye.